dempa okkur í vessinu sem við erum að fara í dag. Við erum að lesum bara fyrst. Þetta eru 22 vers í fyrsta Korinthubrefi. Við skulum bara byrja á að lesa þessu góðu vers. Ég vil ekki, bræður, að ykkur skuli vera ókunnugt það að feður okkar voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skírðir til Móse í skýinu og hafinu. Allir neyttu hinar sömu andlegu fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. En samt hafði Guð enga velþóknun á flestum þeirra og þeir féllu í eyðimörkinni. Þessir hlutir hafa gjörst sem fyrirboði fyrir okkur, til þess að við verðum ekki sólgnir í það sem illt eins og þeir urðu sólgnir í það. Verði ekki skurðgoðadýrkendur eins og nokkrir þeirra. Ritað líðurinn settist niður til að borða og drekka og þeir stóðu upp til að leika. Drífum ekki heldur hórdóm eins og nokkrir þeirra drífu hórdóm og 23.000 féllu á einum degi. Freistum ekki heldur drottins eins og nokkrir þeirra freistuðu hans. Þeir biðu bana af höggormum. Mögluðu ekki heldur eins og nokkrir þeirra mögluðu, þeir fórust fyrir eyðandunum. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það ritað okkur til viðvörunar sem endir aldanna komin yfir. Sá hyggst standa gæti vel að sér að hann falli ekki. Þér hafa ekki reynt nema mannlega freistingu, Guð trúr og lætur ekki freista ykkur fram, heldur mun hann þegar hann reynir ykkur einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrir því mínir elskuðu flýið skurðgoðadýrkunina. Ég tala til ykkar sem skinnsama manna. Dæmið þér ekki það sem ég segi. Dæmið þér það sem ég segi. Sá bikar blessunar sem við blessum hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið sem við brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt erum við hinu mörgu einn líkami því að við höfum allir hlutdeild í hinu brauði. Lítið á Ísraels þjóðina eiga þeir sem fórnirnar eta ekki hlut í altarinu. Hvað segi ég þá? Að kjöt fórna skurðgoðum sé nokkuð? Eða að skurðgoð sé nokkuð? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir blóta, það blóta þeir illum öndum, en ekki Guði. En ég vil ekki að þið hafi samfélag við illa anda. Ekki getið þið drukkið bikar drottins og bikar illa anda. Ekki getið þið tekið á móti borðhaldi drottins og borðhaldi illa anda. Eða eigum við að reita Guð eða drottinn til reiði. Munum við vera máttugri en hann. Hann eitthvað vers sem minnir okkur kannski á það að vera andlegur þýðir ekkert endilega að það sé endilega eitthvað rosalega gott. Hann minnir okkur á að það eru mismunandi andar, það eru mismunandi andar sem eru í þessum heimi en það var tilvinnun í enskan erkibiskup sem bar nafnið Richard Whately, hann var fæddur 1787. Hann sagði, eitt að óska þess að hafa sannleikann sín megin, annað að óska þess í einlægni að vera sannleikans megin. Og í þessum 22 versum sem við erum að lesa í dag, þá í rauninni boðið eitt og það verið sannleikans megin. Að augljóslega þá tekið fram afleiðingar þess að vera ekki í rauninni sannleikans megin í versunum okkur í dag, þar sem við sjáum hræðilegar afleiðingar sem eiga sér stað þegar fólk líður Guðs í Ísrael fer á móti því sem að Guð hefur sagt við þau. En svo í allri Biblíunni, þegar við skoðum Biblíuna, þá líka mynd okkur á það reglulega, aftur og aftur, að rauninni afleiðingar þess að vera sannleikans megin. Að vera með Guði og vera hans líður, að vera undir hans boðum og gera það með glöðu gefi að elta það sem hann hefur fyrir okkur. Og í fyrstu 5 versunum okkar í dag, þá Páll í rauninni að renna yfir sögu Ísraels í eyðimörkinni sem á sér staði yfir 40 ára tímabil. En Páll hann segir feður okkar í fyrsta versunum. Þannig að það eitt merkilegt út af því að við vitum að eins og titillinn segir til fyrsta Korinthubréf, þá minnir hann okkur á að Páll að tala aðalega til Grikkja. Og hann að segja það sem að þið eru orðnir kristnir Grikkir, að þá þetta feður okkar. Að þegar við lesum Gamla testamentið, þegar við lesum alla Biblíuna í heild sinni, að þegar við kynnum okkur kirkjusagfræði og við heyrum hvað bræður okkar og systur hafa gert í gennum aldirnar sem eru magnaðir hlutir, að þá minnum við þess að við stöndum hér í dag út af því að við stöndum á herðum þeirra sem voru risar og undan okkur. Trúfast fólk sem að við höfum aldrei heyrt Að við hugsum oft vakningar og við hugsum einhvern einn aðila sem fer út og predikar og allt breytist, en oftar en ekki þá vakningar byggð á fólki sem við höfum aldrei heyrt
á trúfastum meðlimum sem voru tilbúnir að biðja og vera trúfastir í að halda áfram. Og við stöndum á þeirra herðum. Við stöndum á þeirra herðum sem hafa farið undan okkur. Og þegar hann segir feður okkar, þá er hann að minna konungdómennina á, þrátt fyrir að þeir séu Grikkir, þrátt fyrir að blóð ykkar sé gríst, að þá er fjölskyldusaga ykkar í rauninni hvað Guð hefur gert í gennum Abraham, Ísak og Jakob og hvað Guð hefur gert í gennum Móse. Og nú er Gamla testamentið og nú er Nýja testamentið fyrir okkur, fjölskyldusaga okkar. Það er að segja að það skiptir ekki máli hvernig húðlitur okkar er á litin, það skiptir ekki máli hvaðan blóð okkar kemur, að fjölskyldan okkar, að þegar við lesum Biblíuna þá erum við að lesa fjölskyldusögu í rauninni kirkjunnar. Þannig að Abraham er ekki einungis faðir Ísraelsmanna, heldur allra þeirra sem trúa, eins og Rómverjabréfið og Galatabréfið segir okkur. Og við erum hér út af því að við stöndum á herðum risa sem hafa verið trúfastir í gennum aldirnar. Það er svolítið magnað. Og Páll hann minnir okkur á að Guð í 2. Mósebók, í 14. kafla, þá opnaði hann hafið fyrir sínum líf. Þannig að þeir geta gengið í gennum hafið. Hann minnir þá á í 13. kafla í sömu bók að það var skýstólpi sem leiddi þá í gennum eyðimörkina. Hann minnir þá á í 16. kafla að það var manna, það var matur sem rigndi af himnum. Og hann minnir þá á að í 17. kafla þá var það vatn sem flæddi fram úr steini á meðan að þeir voru að deyja úr þorsta í eyðimörkinni. En hann gerir eitthvað meira heldur það, hann minnir á að allir þessir hlutir hafa andlega menningu. Allir þessir hlutir hafa andlega merkingu og hann segir að þegar að Ísrael fer yfir Rauðahafið, að þá er það eins og skírnin okkar. Að við skýrumst. Og þegar það var neytt manna af himni, þá er það eins og brauðsbrotningin sem við gerum á hverju einustu viku. Að þegar þeir drukku úr klettinum, þá er það mynd upp á vínið í brauðsbrotningunni eða safan. Og að kletturinn sem að fylgdi þeim og kletturinn sem gaf þeim líf sem mynd upp á Jesú Krist. Að þegar við erum í eyðimörk okkar, þegar við erum í gangi gegnum erfiðleikann okkar og við erum að þjást og við erum í eyðimörk okkar og við erum að deyja úr þorsta, þá er það Kristur sem heldur okkur lifandi. Og rétt eins og brauðsbrotningin er mynd upp á það að við borðum og líkami okkar fæðist og við höfum orku til þess að halda áfram og lifa, að þá er það sem að minnir okkur á að kletturinn er mynd upp á Krist, þar að segja að hann heldur í okkur lífi. Að hann heldur okkur í andlegu lífi. Og hann gefur okkur lifandi vatn í dauða okkar og þegar við erum deyjandi í þorsta og vonleysi, þá er það Kristur sem kemur til að svala þorsta okkar. En þrátt fyrir að fá að lifa í eyðimörkinni, þá var aðeins 2 aðilar sem náðu að lifa eyðimörkina af og komast í landið sem Guð var búinn að lofa Ísrael. Og Guð getur ekki verið, og Guð sem minnir mig á að Guð getur verið náðarríkur. Guð getur gefið okkur langt og þægilegt líf. Guð getur gefið okkur nóg af peningum, lítið af áhyggjum, nóg af mat og þægindum. En enda markmið okkar er ekki þægindi þessa lífs, heldur það land sem Guð hefur í rauninni lofað. Að markmið Ísraelsmanna var ekki bara að sjá þá magnaðu hluti sem Guð gerði í eyðimörkinni, heldur var að sjá það land sem Guð hefði lofað Ísraelmönnum. Svo Páll, hann heldur áfram og hann segir í versi 6: Þessir hlutir hafa gjörst sem fyrirboðar fyrir okkur, til þess að við verum ekki sólgnir í það sem illt er eins og þeir voru það. Það sem er eitt svolítið magna er að hugsa til þess að við séum hér inni í dag er mynd upp á náð Guðs. Að hjarta okkar slær í dag er mynd upp á náð Guðs. Það að súrefni færist frá lungum okkar yfir í blóð okkar og heldur okkur lifandi í gennum annan dag, það er náð Guðs. Og þú getur sagt, til dæmis eins og við segjum oft þegar við heyrum einhvern einstakling sem deyr þrítugt á Íslandi, að það sé sorg. Og það er auðvitað sorg þegar einhver deyr fyrir marga í kringum hann. En oft á tíðum þá er þetta sagt þannig að við búumst við því að 30 ár eru sjálfsagt mál. Jafnvel að 40, 50 ár séu sjálfsagt mál. Ef einhver deyr fyrir 100, þá er það hræðilegur hlutur. Og það eru þetta hræðilegur hlutur fyrir þá fjölskyldur sem gangi gegnum þá missin sem á sér stað. En oft á tíðum þá gleymum við að minnast þess að 30 ár eru ekki sjálfsagðir hlutur. Ef ég myndi fara á morgun, þá var það örugglega sorg fyrir fjölskyldur mína og kannski kirkjuna og annað eins. En 27 ár var ekki sjálfsagðir hlutur. Það að við fáum að lifa einn dag í viðbót er náð Guðs og mynd upp á
þá náð sem að Guð að veita okkur. Og þú getur sagt, þegar við lesum þannig texta, þú getur sagt, ef ég var í eyðimörkinni, þá var ég pottþétt hluti af þeim einstaklingum sem myndi sjá mannaða í himnum, ég myndi sjá vatnið flæða frá steininum og ég myndi hugsa, Guð góður. Ég var pottþétt ekki hluti af þeim í Ísraels hóp sem var að segja, hei, við vorum allavega með fisk í Egyptalandi þrátt fyrir að við vorum þrælar. Heldur væri ég pottþétt lofandi Guð fyrir allt það sem hann hefur gefið mér og sjá manna rigna af himnum. Hvað djók það að Ísraelsmenn skuli vilja fara frá Guði? Það manna að það við fáum annan dag í dag gjöf Guðs. Og ef við erum á þeim stað að við föttum ekki þá gjöf Guðs sem við höfum bara í dag, þá veit ég ekki hvort við værum hluti af þeim í eyðimörkinni, hvort við værum með öllum hópnum sem var að röfla eða hvort við værum þeir sem voru að lofa Guð fyrir það sem hann var að gera. Engin kynslóð hefur haft það jafn gott og við höfum það núna. Ímynda sér upplýsingarna sem við höfum til staðar í símanum okkar. Ímynda sér þægindin sem við erum til staðar, læknavísindin sem eru til staðar. Ég hugsaði til þess þegar strákurinn minn var greindur með hvítblæði fyrir 50 árum var það dauðadómur. Það engin kynslóð í þessum heimi sem hefur haft það jafn gott og við höfum það núna og engin kynslóð í þessum heimi sem hefur verið jafn guðlaus og hrokafull. Þannig að það eru margir sem segja ef ég myndi sjá Guð gera magnaða hluti þá myndi ég pottþétt lofa hann en gleyma því að það að ég anda í dag, það að ég fæ að lifa einn dag í viðbót merki på náð Guðs. Það var Albert Schweitzer sem var þýskur læknir og guðfræðingur sem fæddist 1800 og eitthvað. Hann sagði að hamingjan byggist á góðri heilsu og lélegu minni. Svolítið fyndin setning en mér fannst að hann var ekki góður guðfræðingur á þessum tíma allavega. Hann var kannski góður húmóristi en versin sem við erum að lesa í dag Páll að segja að gott minni geti leitt okkur að hamingja okkur. Að ef við horfum til fortíðar getum við tekið skýrari stefnu til framtíðar. Í villu fortíðar getum við tekið hvert skref sem leiðir að hamingju með fullvissu að við höfum lært af þeim mistökum sem að forfeður okkar gerðu. Uppskrift Páls var ekki að hamingju ekki að gleyma mistökum, heldur að læra af mistökum og helst ekki okkar eigin mistökum heldur af öðrum. Mér svolítið magnað, við getum lesið ævisögur í dag og bækur, típisk bók tekur kannski 6-10 klukkutíma að lesa og þú getur lært leksíu sem tók manneskju heila ævi að læra á 10 klukkutímum. Að þegar við lesum bækurnar og þegar við lesum Biblíuna, þá getum við lært það sem tók Guðs líf mörg þúsund ár að læra og við getum lært það á þeim tíma sem við lesum Biblíuna. Og við getum heyrt Guð tala til síns líðs og tala til okkur ennþá það í dag. Og mistökin þeirra eru dæmin þar sem að þau fara á móti skipunum Guðs og hræðilegar afleiðingar, jafnvel mörg þúsund dauðsföll eiga sér stað. Og ég veit, út af því að ég bý í íslensku samfélagi, þá veit ég og maður áhrifast út frá íslensku samfélagi og ég veit að það einhver inni sem pottþétt með þá spurningu, má Guð gera þessu hluti? Má Guð leyfa fólk að deyja? Má Guð dæma? Hvernig getur það verið að Guð sé góður og leyft svona hræðilegum afleiðingum eiga sér stað? Og ég held að þessi tvær svona meginleiðir til að nálgast þjáningar í heiminum. Það fyrsta leiðin sem með upprunalegur hugmynd góðmennsku Guðs. Og svo það ein leið sem að nálgast þjáningar og þjáningar í heiminum í dag og það leið þar sem að við hugsum fyrst og fremst að Guð sé ekki góður. Og ég sá sem byrjar á þeim punkti að Guð sé góður Guð. Hann byrjar á allt öðrum stað, hann áttar sig á því að svo þjáning sem við upplifum, að missirinn og sársaukin vitni góðmennsku Guðs. Því að ástæðan fyrir slæmum upplifum okkar, fyrir missunum og sársauknum oftast tengt því að Guð hefur gefið okkur eitthvað gott til að byrja með. Að þjáningin að sjá til dæmis krakkan þinn glíma við krabbamein minnir þig á að Guð hefur blessað þig með barni til að byrja með. Missirinn við að missa foreldra, dauða foreldra
og þjáningin og sársökin sem fylgir því minnir þig á að Guð blessaði þig með góðum foreldra til þess að byrja með. Það góðum foreldra að þú actually finnur fyrir þjáningu þegar hann fer. Ég gekk í gegnum þessar pælingar þegar amma var myrt. Og það var annarkvort leiðin var að fara búddista leiðina eða kristnu leiðina. Það er svolítið merkilegt út af því, ég fer í Harmageddon og Máni alltaf að tala hvað Búdda og Jesú voru að segja saman hlutin, það engan veginn rétt. Að búddista leiðin til þess að segja, hún segir, ég finn fyrir sársauka og ég ætla að tækla það, ég ætla ekki að finna fyrir sársauka lengur. Og svar Búdda við því var að hætta að vilja hluti, hætta að þrá. Hætta að vilja að eignast hluti, því að ef þú þráir einhverja jarðneskar hluti sem voru tímabundnir, að þá myndir þú finna þjáningu þegar þeir voru teknir í burtu frá þér. Þannig að markmiðið var að komast á þann stað að jafnvel missa þinn eigin persónuleika. Að komast á þann stað að vilja ekki neitt. En fyrir þann kristna þá getum við gengið í gegnum þjáningar og við getum tekið öllu því sem þjáningun hefur í boði. Og við getum fundið fyrir þeirri þjáningu og við getum fundið fyrir henni á þann hátt að þetta er vitni að Guð er búinn að blessa okkur til að byrja með. Við getum minnt okkur á að von okkar er endanlega ekki í þessum heimi og öllu því sem þessi heimir hefur upp á að bjóða. En svo þjáningu sá missir sem við upplifum þegar við göngum í gegnum þetta er vitni að Guð hefur blessað okkur til að byrja með. Að fyrir þann sem byrjar á hugsanir sína að segja að Guð sé slæmur, þá býst hann við að það góða sem að hann hafði í lífinu sé sjálfsagðir hlutir. Að missirinn sem fylgir láti foreldra er ekki minning blessun Guðs heldur sjálfsagðan hlut. Að barnið þitt glímir við sjúkdóm er ekki vitni gjöf Guðs til að byrja með, heldur eitthvað sem þú átt ekki skilið að gangi í gegnum. Við erum miðpunktur hugsana okkar. Þú ert þinn eigin Guð. Að hugsa, ég hugsaði þetta þegar amma var myrt og hafa þessar hugsanir í huga þegar að Mikael greindist með hvítblæði og ég og Svavar varum að tala daginn hversu magnað það var að hvorugt okkar, það kom ekki einhvern veginn upp svo hugsun hvort að Guð væri ekki góður. Ekki einu sinni kom upp efi góðmennsku Guðs, í stað þá var hann klættur okkar. Þá fundum við okkur í eyðimörk og við fundum okkur í þorsta og það var hann sem veitti okkur líf. Það var hann sem styrkti okkur. Og þannig að hvor ert þú? Hvað hugsar þú þegar þú lest til dæmis í þessum í dag þær afleiðingar þess að fara ekki á eftir Guði? Hugsar þú dó fólk eins og líf þeirra væri sjálfsagt? Eða hugsar þú, var fólki lifandi í eyðimörk í 40 ár? Rigndi mat af himni? Komu lækir fram úr steinum og gáðu þeim að drekka? Þú ákveður hvernig þú nálgast textan en hugmynd góðmennsku Guðs er rétta leiðin til að nálgast hann. Og ef þú nálgast textan með það í fyrirrúmi að Guð sé góður þá sérðu eitt að afleiðing synda þeirra var Guð að gefa þeim í rauninni það sem þau vildi. Að líf þeirra sagði við viljum tilbjóða okkar eigin Guði og Guð tekur verndarhönd sína örlítið frá til að sýna hver afleiðing ákvörðun þeirra er. Að líf þeirra segir við viljum gera okkar eigin reglur og það sama á sér stað. Að afleiðing gjörða þeirra tekur við og þegar ljósið fer tekur myrkrið við. Að afleiðing synda þeirra var ummerki náð Guðs og verndarhendi hans, ekki grimmd Guðs. Og niðurstaða Páls er verið sannleikans megin. Hann segir í versum 12 til 13: Sá er hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu, Guð er trúr og lætur ekki freista ykkur fram, heldur mun hann þegar hann reynir ykkur einnig sjá að þér fáið staðist. Að það var einhver sem sagði við mig einu sinni að ég þarf ekki að láta leiða mig í freistingu, ég hleyp á eftir þeim sjálfviljur. Og það er út af því það sem Páll segir í rauninni, gætið því vel að því að hluti af einu persónulega erfi er að hlaupa á eftir þeim freistingum sem koma upp. Og öll sú freisting sem kemur er ekki nema mannleg. Og Guð er trúr að sjá að við stöndumst. Að þegar að freistingin er of mikil þá er ekki kraftur okkar sem ber okkur í gegn, það er kraftur Guðs. Það er hann sem veitir náð, það er hann sem veitir miskunn og styrk til þess að ganga í gegnum þær þrengingar sem koma. Þannig að við horfum til gæsku Guðs og vend hans yfir Ísrael og við þökkum fyrir hans vend yfir sinn líð enn í dag, en sjáum skýra til framtíðar því að við getum lært af fortíð fjölskyldunnar okkar.
Að við getum lesið fjölskyldusögu okkar og við getum lært af því sem hefur komið og það sem líður Guð sem við gengum í gegnum og hvað hann hefur lært. Og afleiðing syndarinnar, það sem við lærum í dag, í rauninni afleiðing syndarinnar svo sannarlega dauð. Og það gott að hafa í huga þegar freistingin tælandi. Og í erfiðleikum okkar, þá höfum við þessa von. Að ef freistingin sterkar en við, þá það Guð sem styrkur okkar. Og hver sem freistingin hver sem upplifunin þá Guð okkar meiri. Og hver niðurstaðan, við sjáum það í versi 14, fyrir því mínir elskuðu, flýið skurðgoðadýrkunina. Eins og einhver snillingur sagði einu sinni, við bjóðum ekki syndin í kaffi. Við flýjum skurðgoðadýrkunina. Og af hverju? Því að afleiðing skurðgoðadýrkun okkar eyðilegging okkar. Og hamingjan okkar liggur í að lofa og dýrka hinn eina sanna Guð og okkar skapara. Það var einhver sem sagði hamingjan ekki umbun, hún afleiðing. Og þjáningin ekki umbun, hún afleiðing. Lygin verst þegar lygin gagnvart okkur sjálfum. Þegar við ljúgum að okkur sjálfum að við höfum fundið hamingju eða við getum fundið hamingju einhvers staðar annars staðar en hjá Guð okkar sem skapaði okkur og veit hvað raunveruleg hamingja okkar liggur. Og því miður svo margir að segja sér þessa lygi. Og í dag þá beinir Páll augum okkar að sögu trúarfjölskyldu okkar, lexíur sem við getum lært af sögu Guðs lífs á jörðinni frekar en að læra þær með eigin skinni. Þegar syndin tælandi, ekki ljúga sjálfum þér að afleiðing hennar sé eitthvað annað en þjáning. Eins og ég sagði í seinustu viku, þá ekki okkur endilega bara refsað fyrir syndir okkar við hásæti Guðs. Okkur einnig refsað af syndum okkar. John Owen sagði öðruvísi, hann sagði, be killing sin or sin will be killing you. Að reynsla Ísraelsmanna getur verið bitur fyrir þeim en ávöxtur reynslu þeirra sætur fyrir okkur. Og við lesum í versi 11, allt þetta kemur yfir þá sem fyrirboði. Og það ritað okkur til viðvörunar sem endir aldanna komin yfir. Þannig að ekki einungis Ísrael, þú getur lært af öllum þeim sem hafa komið á undan okkur, sem hafa skilið eftir sig árangur þess að leita hamingju annars staðar en hjá Guði. Við getum heyrt sögur af rokkstjörnum sem höfðu allt það sem þeir hafa, alla athyglina sem fólk vill, peningana sem fólk vill, það sem allir segja að hamingjan liggur, og þú getur lesið vonleysi og þunglyndi. Að eina vonin sem fæst í þessu lífi fyrir utan Guð svo von að við náum aldrei gulrótinni. Út af því að þegar við náum gulrótinni og gulrótin ekki Guð, þá munum við komast að því að gulrótin gefur okkur aðeins vonleysi. Að sá sem getur haldið áfram að leitast að hamingju fyrir utan Guð sá sem hefur komist að því, hefur ekki ennþá komist að því að heimurinn hefur raunverulega ekkert upp á bjóða sem varanlegt. Sem varanleg gleði. En við stöndum í eigin verkum. Í því sem ég hef gert, í því sem Friðberg hefur gert, í öllum okkar verkum, þá erum við ekkert annað en syndarar. Að þegar við stöndum fyrir framan heilagan og almáttugan Guð, þá erum við syndarar. Með sem sýna fram á dýrkeyptar lexíur fyrir reynslur, brennd eftir að hafa gengið niður stíg sem lofaði hamingju en í rauninni leit okkur til helvítis. Hlupum á eftir von en gripum í vonleysi. Og eins og kletturinn gaf af sér vatn í þurri eyðimörk, þá von jafnvel í vonleysi okkar. Og það Kristur sem gefur okkur líf í dauða okkar. Og í versi 16-17 þá segir hann, sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists? Og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krist? Af því að brauðið eitt, en við hinni mörgu einn líkami. Því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Og brauðsbronningin sem við gerum á hverja einustu viku mynd upp á það sem Jesús Kristur hefur gert á krossinum. Það að líkami hans var brotinn og blóð hans rann fyrir okkar eigin syndir og minnisvarði það sem hann mun gera. Því að loforð hans var, ég mun ekki bragða af ávexti vínviðarins fyrir en ég kem aftur til míns lífs. Og það laust pláss fyrir annan syndara í dag við blóðugan kross Krists á Golgata. Að kannski þú byrjuð að upplifa þjáninguna sem afleiðing þess að þú leitast eftir hamingju í öðru en Guði.
Kannski er það dagurinn í dag þar sem þú fattar að stígurinn sem lofaði þér hamingju er að leiða þig til helvítis. Kannski er það dagurinn í dag þar sem þú loksins fattar að sú gulrót sem þú hefur verið að elta veldur einungis vonleysi ef þú nærð eitthvað tímann að grípa hana. Það er pláss fyrir annan syndara við blóðugan kross Krists og Golgata. Það er ekkert heilagt við þetta brauð, það er ekkert heilagt við þennan safa sem við notum. Það er ekkert sem við höfum gert til þess að gera þetta eitthvað sérstaklega heilagt. En þetta minnir okkur á heilagt verk Guðs. Að við í eigin verkum erum öll syndarar. En í eyðimörk okkar kemur Guð og úr lækinum sem er Kristur kemur lifandi vatn sem svalar þost okkar. Þú ert ekki nógur góður en Kristur er það. Þannig að það er í rauninni boðskapur kristinna trúar. Þú ert ekki nógu góður en Kristur er það. Það minnir okkur á í rauninni þörf okkar að frelsara. Ef þú trúir og treystir á Jesú Krist sem þinn frelsara og drottinn, þá getur vonleysi þitt leitt þig af von í Kristi. Það er einungis þörf á fagnaðarerindi því að það er í rauninni sorgarerindi nú þegar til staðar. Í okkar eigin verkum þá er sorgin okkar sú að við erum ekkert nógu gott. Að þegar við stöndum frammi fyrir heilugum Guð og við segjum sjáðu hvað ég er góður, þá hefur ekkert okkar von því að við erum búin að falla þeim standard sem Guð er. Hann mun ekki dæma mig hliðin á einhverjum öðrum, ekki hliðin á Hitler eða Stalin eða einhverjum öðrum. Hann dæmir sig gagnvart góðmennsku sinni, fullkomnun sinni. Og ef ég kem með mín góðverk, þá kem ég ekki einungis með mín góðverk, heldur mína syndir, mín klúður, mín mistök. Og ef að von mín á að byggjast á því að ég hef gert nóg gott til þess að þurrka út það slæma sem ég hef gert, þá virkar það ekki þannig. Við vitum það, ef þú bjargar 100 mannslífi, en þú drepur einn, að þá þarf réttlátur dómari að dæma þann eina sem þú myrtir. Þannig að lógíkin að þegar ég kem fyrir framan Guð þá ætla ég að sýna allar gömlu konurnar sem ég hjálpaði við götuna, eða alla þá bónuspoka sem ég hent út í bíl hjá fólki, eða alla þá tíma sem ég passaði fyrir fólk, eða þá peninga sem ég gaf. Ef að það er von okkar, þá kemur þú ekki einungis með þín góðverk, heldur það fjall af syndum sem að þú hefur framkvæmt líka. Þú ert ekki nógu góður. Og ef við nálgumst Biblíuna sem einhverja sjálfhjálpar bók, þá byrjar ég á alrangri götu. Því að Biblían er ekki sjálfhjálpar bók. Hún snýst frelsara sem hjálpar fólki sem gat ekki hjálpa sér sjálft. Ef þú trúir og treystir á Jesú Krist sem þinn frelsara og drottinn, þá getur vonleysi þitt leitt þig af von í Kristi. Það er þörf og fagnaðarerindi því að þetta er sorgarerindi til staðar, að staða okkar allar án Guðs er vonleysi. Og í brauðsbrotningu þá minnst við að von okkar liggur í því að eiga hlutdeild í réttlæti Krists, eins og versin voru að segja. Að því að brauðið er eitt, er við hinir mörgu einn líka með því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Og það er von hins kristna. Þannig að ástæðan fyrir því að við förum út, eins og Helgi var að segja í bæninni sinni áðan, ástæðan fyrir því að við förum út og við gerum góð verk er ekki svo að við getum komið fram fyrir Guð einn daginn og sagt sjáðu hvað ég hef gert. Heldur út af því að sjáðu hvað þú hefur gert. Þegar þú hefur elskað mig eins og þú hefur elskað mig, af hverju ég hef enga afsökun til þess að elska ekki aðra. Þegar þú hefur fyrirgefið mér mitt fjall af syndum, þegar þú hefur neglt skuldabréfið á krossinn, hvernig hef ég afsökun til þess að fyrirgefa ekki öðru? Og þegar við drögum okkar síðasta andardrátt og við stöndum fyrir framan fullkominn og heilagan Guð, að þá er von okkar ekki að við ekki sjálfum okkur því að við erum syndugir. Heldur ef þú ert Krist, þá er skuld þín afgreidd á krossinum og inn í Krist lagt á þig. Að hans réttlæti er nú orðið þitt. Og þín synd er afgreidd á honum. Og við erum réttlátt af verkum en ekki okkur eigin verkum, heldur af verkum Krists í okkar stað. Ef þörfir á, gefum við allt sem við höfum í þessum heimi með gleði því að við getum séð á krossinum þar sem Guð gaf sitt allt. Og við dílum meira við kjötið og skurðgoðadýrkunina sem hann talaði í versunum hérna í næstu viku þar sem hann fer aðeins meira í þetta. En það sem ég vil skilja eftir hand okkur er það
öfugsnúna lógík trúar okkar. Að viska heimsins og segir, eignastu heiminn og þá máttu loksins fá þá hamingju sem þú ert að leitast eftir. En trú okkar segir, hvað stóð það manninn að eignast allan heiminn en fyrirgjöra sálu sína? Og meðan viska heimsins segir, fyndu sjálfan þig og hamingjan fylgir, þá segir trú okkar, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfan sér. Taki upp krossinn og fylgi mér, því að hver sem bjargar lífi sínu mun týna því, en hver sem týnir lífi sínu mín vegna og fagnaðarins mun bjarga því. Og meðan lógík heimskins, viska heimsins segir, gleðin í frelsinu að vera eins og þú vilt, að þá er það Jesús Kristus sem segir, og trú okkar sem segir, að hamingja okkar liggja í því að vera undirgefin Guð okkar. Jóhannes 15:10-11 segir, ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður mín, svo stöðugir í elsku hans. Þetta hef ég talað til ykkar, til þess að fögnuður minn sé í ykkur og fögnuður ykkar sé fullkominn. En að gleði okkar, meðan viska heimsins segir að gleði okkar falin í að frelsinu að vera eins og ég vil sama hvað skapar minn hefur sagt, að þá segir trú okkar að gleði okkar sé raunverulega í því að vera undirgefin Guð okkar. Og það margt sem saga trúarfjölskyldu okkar getur kennt okkur, en í dag lexían verum sannleikans megin. Fylgjum öfugsnúni lógík Guðs, því að skapar okkar veit betur en við hvar hamingjan okkar og velgengni sköpuna sinna liggur. Og þegar við finnum hamingju okkar í skapar okkar, þegar við leitumst ekki í hamingju fyrir utan hann eða utan þær reglur sem hann hefur sett fyrir okkur, þá erum við með okkar lífi að gera hann dýrlegan. Að líf okkar, að hann með stýrlegur lífi okkar þegar hamingju okkar liggur í honum. Ekki því sem hann getur gefið okkur eða það sem sköpun hans getur gefið okkur, heldur í honum. Þannig að við skulum biðja. Geti einhverju náði í svöðu á meðan ég er að biðja. Heilagur Faðir, ég veit ekki hversu oft við höfum öll lent í því að við höfum leitað eitthvað annað. Eins og trúarfjölskyldun okkar, þá getum við sagt þvílík mistök á að framkvæma öll þessi mistök. Þvílík mistök að fá að hlaupa á eftir von í gleði í einhverju öðru heldur en þér. En svo höfum við sjálf gert þau mistök. Við finnum fyrir því, Drottinn, að okkar mannlega eðli leitast í hamingju sem er byggt á okkur öðru en þú hefur boðað. Drottinn, ég bið að styrkja okkur og heilagur Andi, ég bið að vinna í okkur, gefa okkur augu sem horfa til krossins. Þegar við þurfum von, þegar við þurfum að gefast, þegar við þurfum að fyrirgefa, þegar við þurfum að elska vel, gefa okkur að við megum að horfa til krossins, heilagur Andi. Hjálpa okkur að losa okkur við synd okkar, hjálpa okkur að losa okkur við það sem veitir okkur afleiðing þess er einungis óhamingja og þjáning. Hjálpa okkur að læra að sleppa. Þannig ég bið fyrir öllum þeim inni, ég veit ekki hvort allir séu frelsari, ég veit ekki hvort allir hér inni séu búin að segja Jesús er minn frelsari og minn Drottinn. En ef það er einhver hér inni sem er það ekki, þá bið ég Drottinn að opna hjarta þeirra. Ég bið að breyta lífum þeirra. Ég bið Drottinn, jafnvel ef það þarf að taka í burtu allt það sem að þau halda að veiti sér hamingju okkar núna, þá megið þú gera það, svo þeir megið snúa sér til þín. Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfæstiðina, ég þakka þér fyrir náðina yfir syndugt og skemmt fólk. En þú hefur gefið okkur réttlætið þitt og þú hefur lagað okkur. Drottinn, megum við ævinlega vera þakklátt, megum við ævinlega lofa þig fyrir það sem þú hefur gert. Í Jesú heilaga nafni. Amen.